það verður nú að viðurkennast og segjast eins og að barna- og unglingabækur það sitja svolítið á hakanum hjá okkur eins og svo sem víðar og kannski ekki hægt að komast yfir allt en hér sko mjög afkastamikill höfundur barna- og unglingabóka Ragnheiður Gestsdóttir með bók sem heitir gegnum glerveginn. Já, þarna prinsessa, minnir hún sé 13 ára, alltaf unglingsaldri og sko, hún hefur verið sett í einangrun, bak svona glerhjúp og það séð allar hennar þarfir nema samskipti við aðra sem eru engin eftir að fóstra hennar hvarf skyndilega. Svo einn daginn birtist drengur og þau fara saman út í heiminn. Flýja út úr glerhjálmum. Út úr glerhjálmum, inn í heim þar sem að ríkir mikið misrétti og fátækt og ömurleiki og harðstjórn. En þessi góða stúlka sem vel gerð, hún vil breyta heiminum. Svo að þetta barna- og unglingabók þá ger maður ráð fyrir að það takist og annars að segja mikið, þá liggur það núna nokkuð ljóst fyrir. Þetta minnir bara svolítið á bókina hennar Vigdísar. Þetta minnir mig mjög á bókina hennar Vigdísar, það var dálítið sláandi. Án þess að maður sé ekki neikvæðri merkingu. Nei, alls ekki. En þetta sko hröð og skemmtileg barna- og unglingasaga. Þetta svona miðalda heimur, að einhverju leyti ævintýrakendur, þetta ljómandi fallega skrifað og fallega hugsað og spennandi. Sagan gengur hratt áfram og hún viðburðarík og mér fannst þetta bara öllu liti vel heppnað verk. Já. Fyrir hvaða aldurshóp þetta? Nú það voðalega erfitt að segja til það. Það svo sem aldrei var snemmt að byrja að lesa alvöru bók. Nei, en svona lestæknilega þá þetta held ég svona frá 10. Já. Og svolítið langar samsettar setningar. Sem að manni virðist að barnabókahöfundar hugsi ekki alveg nægilega mikið að brjóta setningarnar frekar upp í styttri setningar heldur en að hafa þær mjög samtvinnaðar og langar. Því það nú það sem er einn af þröskuldunum sem krakkar þurfa að komast yfir. Að geta náð hilli hugsun á þess að fara að tengja mikið. En flott verk og gaman að höfundur skuli leggjast í það að smíða svona verk fyrir krakka. Og mikill og góður boðskapur en ekkert of predikunarlegt. Nei. Blessunlega lausir það. Þú ert mikið á móti predikunum? Já, ég ógulega mikið á móti predikunum. Lesandi verður einhvern veginn að fá uppgöta hlutina sjálfur. Það var ekki að mata hann, alveg að tróða á hann í hann.